Þetta er verkefni 25 Kína í D-hlutanum. Ég ætla að fara hér í lið númer 7. Ég smelli hérna á myndina sem er neðst á síðunni í kafla 2 og ég fer í Insert, Table, Convert Text to Table. Setja myndina í töflunet. Ég haka hér við Auto Fit to Contents. Þá passar ramminn akkurat utan myndina, þá þarf ég ekkert að breyta því og það er hakað hér við Paragraphs og OK. Og ég fer hérna í Table Layout og Properties. Ég byrja á að fara hér í Borders and Shadings og tek ramman af töflunni og síðan ætla ég að velja hérna Right og Around og OK. Þá fer hún hérna hægra megin á síðuna og ég toga hana hérna upp og læt hana vera nokkurn veginn hérna. Ef ég ætla að færa hana eitthvað þá þarf ég að toga í krossin hérna. Og ég ætla að merkja hana með kaflanúmeri fyrir neðan myndina og hafa skiltákn punkt. Þannig ég smelli hér á myndina og ég fer í References og Insert Caption. Hérna stendur bara mynd 1 en ég ætla að merkja hana með kaflanúmeri. Þá fer ég hér í Numbering og haka við Include Chapter Number. Og það er punktur hérna á milli ef að það er, eins og er stundum svona hæfen eða strik, að þá breyti ég því í period. Og myndir eru merktar fyrir neðan myndirnar og OK. Og ég íti hérna á tvípunkt og skrifa textan, kínversk tákn. Og ég ætla að breyta stílnum Caption. Þá fer ég hér á Homeflipa og smelli hér í örina og ég fæ upp Caption hérna strax. Smelli hér og Modify og Format Paragraph. Það er ekkert bil fyrir ofan textan en 10 punktar fyrir neðan. Ég ætla að breyta þessu í 3 og þessu líka. Og þegar ég merki töflur þá helst þessi stíll á Caption. Eða sem sagt. Og ég segi OK hérna og hérna þá er þetta komið hérna. Og ég fer í Table Layout og ég miðja á miðju hérna. Þá lítur þetta nokkurn veginn svona út. Og ég ætla að vista.